Já, Einar, það aðeins léttara yfir þessu í dag. 10 stiga sigur á Val. Tungu fargi létt. Já, það bara ekki flókið. Það var mjög mikilvægt. Og bara gríðarlega ánægður með hvernig strákarnir komu inn í leik. Við varum náttúrulega rosalega svekktir með sjálf okkur í síðustu leikjum og seinni hálfleikurinn og Krók var svona annar, eða kannski þriðji botninn okkar í vetur og settust yfir það og svona gerðum ýmsar áherslubreytingar og tókum helgina í það og svo sem alveg áhætta fólkin í því, færa menn til í stöðum og erum náttúrulega að glíma við það að missa Snorra Hrafnsson út í langa tíma, hann er með einkenningasótt, þannig að og bara mikill missir í honum, náttúrulega í sentimetrum. Þannig að já, við bara executum fannst mér mjög vel í dag og það eina sem svona ég hef kannski, ekki yfir að kvarta, við erum að taka 43 hryggjarskot og við setjum ekki með 11 niður, sko. En þetta voru góð skot sem við vorum að taka. Það er bara málið. Þannig að kóngurinn sá til þess að það færi nokkrir niður, aðrir eiga helling inni og það er miklu svona þægilegra vandamál að eiga við heldur en eitthvað sem heitir deyfið og svona almennt andleysi eða léluga varnarleikur. Það var virkilegur kraftur í mönnum í dag og bara frákasta vel og gera mjög vel. King er náttúrulega hrikalega öflugur og ég var ánægður með strákana sem voru að djöflast á honum, bara hvað gerðu vel á hann þó að hann hafi skorað þessi 20 stig. Hann þurfti að hafa mikið fyrir þeim og mikið lokk í þetta hjá honum. Og bara, myndalegt liðsframlag sem ég er gríðarlega stoltur af. Nákvæmlega, Davíð var frábær í dag. Sett náttúrulega niður risastóra þrista fyrir ykkur, spila frábæru vörn. Það er náttúrulega bara frábært að hafa svona menn í rótringu. Já, engin spurning. Við náttúrulega, erum kannski í minna line-upi. Við erum búin að vera að hlaupa Emil í þristi alla vetur, þannig að nú eru Emil og Óli og Davíð og svo Jesse sem voru að hlaupa 4-5 og þar með eru Emil og Jesse búin að færa sig í rauninu úr vængum í stóru ígildin og ég var ánægður með DJ, hann á eftir að finna fjöluna fyrir utan þriggjarstælínuna og visti ykkur víti sem þetta eru hluti sem ég hef engar áhyggjur af. Þetta er strákur sem bara fitta vel í það sem við erum að gera. Svo er ég bara ánægður með, Óli Ragnar og Steini, þvílíkt duglegir, spiluðu hörku vörn og eins og með Breysi, hann var bara geggjaður í seinni hálfleik. Ég var bara að gefa honum það. Hann var ekki mjög öruggur. Við vorum að halda honum í 6 stigum í fyrri hálfleikum, frábærum varnarleik en hann einhvern veginn bara, hann þurfti ekki eins og sjá hringinn í seinni og bara kredit á hann.